Áform kísilver í Helguvík í uppnámi vegna kröfu bandarískra fjárfestum lækkun orkuverðs og gæti svo farið að samningum verði rift á næstu dögum. Áform kísilver í Helguvík í uppnámi og gæti svo farið að samningum verði rift á næstu dögum og hætt við verkefnið. Ástæðan krafa bandarískra fjárfestum afslátt af orkuverði. Kristján Már Unnarsson segir frá. Til stóð að 150 manns fengju vinnu við smíði kísilversins sem átt að hefjast í Helguvík í fyrrasumar. Það bólar hins vegar ekkert á framkvæmdum. Íslenska kísilfélagið að stærstum hluta í eigu bandaríska fyrirtækisins Globe Specialty Metals. Fyrirvarar voru í samningunum sem undirritaðir voru fyrir ári og á grundvelli þeirra hefur kísilfélagið 4 sinnum fengið frestað fullgildingu orkusamningsins við Landsvirkjun og HS Orku, fyrst frá 15. júní til 15. ágúst í fyrrasumar, síðan til 15. október í haust, svo til 15. desember og síðast fekk kísilfélagið frest til 15. febrúar til næstkomandi miðvikudags. Samkvæmt heimildum stöðvar 2 hefur Landsvirkjun nú tilkynnt ráðamönnum kísilfélagsins að frekari frestir verði ekki veittir og nú sé komið að því að taka endanlega ákvörðun af eða á. Glóbmenn hafa svarað á móti að þeir treysti sér ekki til að hefjast handa nema orkusamningurinn verði endurskoðaður. Bæði vilja þeir seinka afhendingartíma orkunar vegna tafa á verkefninu en einnig vilja þeir afslátt frá orkuverði vegna verðlækkunar á kísil. Málið á afar viðkvæmu stigi en báðir aðilar eru þó sammála að fá niðurstöðu á næstu dögum hvort verkefnið fari í gang eða hætt verði við það. Hvorugur aðili fæst þó til að staðfesta að málið sé í þessum hnút. Magnús Bjarnason, framkvæmdastjóri hjá Landsvirkjun, segir það eitt að Landsvirkjun hafi unnið að því með íslenska kísilfélaginu og Globe að leysa mál sem upp hefði komið og það væri augljóst að efnahagsástandið í heiminum hefði ekki orðið til þess að hjálpa þessu verkefni. Magnús bætti jafnframt við að þrátt fyrir þetta væru menn ennþá bjartsýnir á að ná til lands.